Komið þið sæl og verið velkomin í þáttinn Hundaráð. Markmið okkar með þáttunum að efla vitund almennings hundahald á Íslandi og eins og ætlum að fara víða og skoða þá fjölbreyttu flóru sem einkennir hundahald á Íslandi í dag. Við ætlum að tala við marga og við ætlum bara að hafa það gaman. Já, skemmta fólki og skemmta okkur og við ætlum að skyggnast inn í hugarheim hundsins og gefa í rauninni eigendum verkfæri til að vinna með svo þeir geta bætt samskipti við hundinn og bætt sambandi bara í heild. Og það er spurning, Steinar, ef við ekki bara að byrja á hvolpunum? Jú, við byrjum á hvolpunum. Þoka! Góði! Já. Jæja, við erum komin hérna til Lenu sem er svo elskuleg að taka mót okkur og hún er með hvolpa sem okkur langar að skoða og okkur langar svona aðeins að fjalla þegar maður er að velja sér hvolp, hvað er mikilvægt að hafa í huga og hvernig maður getur svona skoða aðeins hvolpana vegna þess að það eru oft mjög mismunandi og það getur verið bara svolítið vandasamt verk að velja sér hvolp. Já, svona að gera það og aðeins fara yfir það skeið sem þeir á núna þessi hvolpar og hvað ber að hafa í huga. Jæja, hér erum við komin í þennan hvolpahóp. Þetta eru 4 hvolpar og þeir eru undan sitt hvori tíkinni, semst 2 og 2. Og núna eru þessi hvolpar á þroskaskeiði sem við kalla gjarnan félagsþroskaskeiðið og það þýðir það að nú eru þetta 9 vikna gamlir og þeir eru tilbúnir til að fara frá móðurinni og inn á heimili og sem öllu því fylgir. Og á þessu félagsþroskaskeiði þá er mjög mikilvægt, það talaði svona 8 til 12 vikna, að þeir fá sem mesta umhverfisþjálfun. Og umhverfisþjálfun, þegar ég tala umhverfisþjálfun, þá er það að við förum með á sem víðast, kynnuðum fyrir sig flestu vegna þess að nú eru þið svo forvitnir heiminn og eru svona, að skoða hann. Þetta kemur Eyrún með einn undanvilling. Og eins og þið sjáðu, þetta eru líflegir hvolpar og þeir eru mjög forvitnir og þarna sjáðu þið líka máttur magans er mikill. Hvað er það, Steinar, hvað er það svo mikilvægt við að þeir séu að fara að heiman á réttum aldri? Við talum að fara heiman svona 8 vikna. Já. Það er náttúrulega það sem maður hefur séð allavega með hvolpana, það er þessi félagslegi þáttur. Að þeir eru svo mikið að þroska félagshæfni og félagsfærnina í sérstaklega bara frá kannski svona 6 til 8 vikna finnst maður henni, þú veist. Að bara kunna leika, kunna að vera ekki of ágengir og náttúrulega eru mamman að aga þá líka. Já, hún er að kenna þau mjög mikið á þessu tímabili. Já, akkurat. Og maður sér bara hvolpa sem maður fá að vera svolítið hjá mömmunni allavega til 8-9 vikna að þeir eru góðir í samskiptum. Já, sjáu þið þetta? Þetta var mjög skemmtilegt dæmi. Þetta var mjög skemmtilegt dæmi, akkurat þessi samskipti. Já, og þegar maður upplifir, sérstaklega að maður getur notað svo mikið mat þegar maður er að skoða hvolpa. Maður getur séð pínu svona röðina, maður getur séð karakterana. Maður getur séð og það er það sem við þurfum að tala svolítið að þegar maður er að velja sér hvolp. Akkurat. Að þú veist, fara ekki bara eftir útlitinu. Já, hvaða típur öðlega. Sjáu, þetta var svolítið merkilegt. Sjáu litla kútin hérna. Þessi skotta hérna er svolítið ákveðin. Hún raka hann hérna frá og hann er greinilega búinn að leiða eitt á hana frá mömmunni. Þannig að hann dró sig til hliðs. Síðan lét hann sig bara hverfa. Svona bara komin aðeins úr leiknum núna. Já. En þessi, hún er pínu svona ákveðin. Hún er ákveðin að fá smá pilsu hjá okkur. Já. Þannig að það er að skoða öll svona samskipti og það getur verið alveg ótrúlega gagnlegt þegar maður er að velja sér og taka sér tíma í að velja hvolp og tala við þann sem er með hvolpana. Hvað finnst honum, hvernig karakterar eru. Þar sem að þeir eru náttúrulega ræktendur og þeir sem eru með hvolpana. Þeir náttúrulega umgangast það daglega
Akkúrat, og þekkja þá. Og þekkja þá mjög vel og þú veist, og það getur verið mjög gott að sem sagt, að sá sem með hvolpana að hann svona aðeins kannski stjórnist í og tali við eigendur og hérna láti þá sérst, vita hvernig karakter þeir eru að fá og svona og kannski bendi þeim á að þessi hvolpur gæti henta betur. Já, akkúrat. Heldur en annar sko. Og það akkúrat það sem við erum að hafa í huga þegar fólk að fá sér hund. Já. Það hvað á að fara að gera við það? Hvað á þetta að vera heimilishundur eða á að fara að vinna eitthvað með hann eða hvernig einstaklingu viljum við? Já. Viljum við einhvern orkubolta eða bara svona þægilegan pjakk? Já, akkúrat. Það nefnilega ótrúlegt hvað þeir geta verið ólíkir. Bara úr sama, 10 hvolpar á sama goti, þeir geta verið rosalega ólíkir karakterar. Alveg gjörólík. Þetta bara svo mannskepnan, það er engin eins. Það er engin eins. En svo eins og kannski gott að benda á svo hérna er við karakter sem er ákveðinn. Í þessum hóp, nú er hún ein eftir hérna. Í þessum hóp, þetta eru allt blendingar. Þeir eru allir blandaðir og það þýðir ekki það að það sé eitthvað verri en hundar sem eru hreinrættir. Þvert á móti, þeir geta stundum bara verið sumir tilhundum bara ansið skemmtilegir. Það er eitt sem er mjög gott að hafa í huga þegar við erum að fara að velja okkur hund eða hvolp hérna og það er hvað ætlum við að fara að nota hann? Á þetta að vera heimilishundur, fjölskylduhundur bara eða ætlum við að fara að nota hann í einhverja vinnu og við þurfum að hafa það svolítið í huga. Viljum við hafa þægilegan, rólegan hund eða viljum við einhvern orkubolta? Já, það er sko maður verður að vera bara ótrúlega hreinskilinn bara hvernig eru aðstæðurnar hjá mér. Já. Hvernig er ég aktív týpa eða er ég, þú veist, róleg, maður þarf að vera rosalega hreinskilinn hvernig þetta er hjá sér og hvernig fjölskyldan eru allir tilbúin að fá sér hund, eru allir tilbúin að vera með. Það sem maður hefur svona aðeins lent í sko, það er of mikil ábyrgð sett á börnin. Akkúrat. Það þarf að passa sig á því að það er ekki, má ekki setja of mikil ábyrgð á börnin að sjá hundana, finnst mér sko. Og síðan bara, eins og segja, það geta gefið sér tíma í þetta og valið sér hund, það er svona upphafið að árangri til framtíðar sko. Þannig að þetta verði ekki vesen, þetta verði skemmtilegt, auðvelt og gaman aðeins eins og á að vera. Já. Hérna er til dæmis einn sem ég er persónulega mjög hrifin af. Hann er svona, sem væri svona róleg týpa, þótt að sé náttúrulega aktív tegund þannig, en hann er svona ekkert stress á honum. Nei. Hann er bara svona voða slakur yfir þessu öllu saman og leitar alveg til okkar og vill fá knús og klapp, en ekkert svona að ráðskast í neinum og ekkert að stressa sig yfir þessu. Og þetta er svona týpan sem ég myndi persónulega velja sem fjölskylduhund. Já. Þó að þetta sé náttúrulega tegund sem maður þarf alveg að skoða þegar maður ætlar að eiga fjölskylduhund, þannig að border collie og svona. Þetta eru náttúrulega vinnuhundar. Já. Hvernig hund myndir þú fá til dæmis ef þú verður að leita af hörku vinnuhundi? Já, ég er náttúrulega, ef ég er að leita vinnuhundi, þá eru náttúrulega ákveðnir þættir sem þurfa að smella saman. Þeir þurfa að vera svolítið mikið virkir. Já. Og þeir þurfa líka að hafa skapgerð sem hentar. Þeir þurfa að vera umhverfi sterkir. Þeir má ekki vera hræddir við umhverfi heldur eða vera forvitnir umhverfi. Og þeir þurfa náttúrulega að hafa hentuga byggingu líka og það þurfa margir þættir að koma saman en við eigum eftir að segja svolítið betur frá því í þáttunum. Já, það er alveg ótrúlega mikilvægt að fá aðeins að umgangast hvolpana og aðeins og jafnvel heimsækja þá 2 og 3 svar. Já, og algjörlega bara vanda sig vegna þess að þetta er náttúrulega 13 til 16 ára binding í rauninni sem maður þarf bara að vanda sig. Þetta er nýr fjölskyldumeðlimur sem við verðum að velja á og því fylgir náttúrulega mikil ábyrgð og við ætlum að eiga gæða stund saman næstu 15-16 árin væntanlega. Og annað sem kemur í hugamanns að maður hefur stundum heyrt fólk segja að þegar að koma að velja sér hvolp eða að fá sér hvolp, hvolpurinn valdi mig, hundurinn valdi mig. Og þessi er akkúrat týpan sem ég geti ímyndað mér að myndi innan gæsalappa velja mann fyrst ef maður kemur inn í gotið. Já, akkúrat. En hvort þetta er akkúrat hundurinn sem maður myndi velja fyrir óvana verðandi hundaeigendur, það er ekki vissum. Nei. Svo er það hin týpan, þessi týpa sem ég myndi kannski ekki velja og mæla með. Það er týpa sem er hrædd við allt, skríður alltaf undir borðið eða er alltaf í feilum. En við ætlum að fá þennan vinn minn. Já. Hann heitir Nói
og það væri mjög gaman að fara til dýralæknis og fá að heyra hjá honum hvað svona mikilvægt. Já. Hvað mikilvægt fyrir hvolpana þegar maður búinn að fá sér hvolp? Hvað þarf að hafa í huga og hvað þarf að gera? Já, minnst vel á það. Ekki bara drífa okkur á stað? Þú segir bless. Þið langi bara meiri pilsu. Bye bye. Uppáhalds mýtaðinn í hundahljóðum, svona vittlustasta ráð sem þú hefur heyrt í þessum bransa? Og lífsegasta kannski? Já, þau eru náttúrulega alveg nokkur, en það sem mér finnst alltaf gaman að heyra það er þegar fólk segist alltaf að dýfa hausnum á hundinu sínum og í kúkinn ef hann skýtur á gólfið. Það er alveg stórkostlega tilgangslaust. Já. Bara til að gefa þið færi á að baða hundin og eiga svolítið ógeðslegan hund í smá stund. Þetta hjálpar hundinum ekki neitt sko. Og maður hefur sér mörg dæmi þess að hundar í staðinn fyrir að taka þetta til sín, þá taka þetta til sín þannig að þeir bara byrja að éta skítinn sinn. Þannig að mér finnst þetta oft bara svona, já, ég fæ alveg gæsahúð þegar fólk segir þetta. Já, Steinar, mýta dagsins. Þegar að þú kemur heim og hundurinn er búinn að míga að skíta á gólfið, þá áttu að dýfa nefuna á honum onni til þess að sýna honum að þetta má ekki. Já. Já, hvað finnst þér um þetta? Þessi er mögnuð. Veistu, ég er búinn að hitta rosalega marga hunda sem að í rauninni, það sem þeir gera, þeir bara fara einhvers staðar í felur og míga og skíta inni. Vegna þess að þeir halda að sé verið að, sko, þeir skilja þetta ekki. Þeir skilja ekki hvað er verið að gera þegar verið að dýfa þeim onni í þetta. Nei. Og þeir í staðinn bara forðast eigendur þegar þeir þurfa að míga og skíta og bara gera það einhvers staðar inn í herbergi eða á einhverju stað sem eigendurnir sjá ekki. Þannig að þetta getur skapað vandamál. En fyrsta sem hann dettur í rauninni í hug, þegar ef hundur byrjar að gera þarfir sér inni, þá er einhver ástæði fyrir því, eða ekki? Sérstaklega ef hann hefur verið húsett fyrir, sko. Fyrsta sem hann með datuð er hann veikur. Já. Er eitthvað að? Þvagfærasýking. Þvagfærasýking, já. Bara reyðilega veikur, þannig að hann byrjar að fara til dýralæknis. Það er að ganga úr skugga það. Og ef það er ekki það, þá er maður sko, er hann búinn að vera skilinn lengi eftir heima. Já. Því þeir geta ekki haldið í sér viss lengi. Nei, og sérstaklega ef þeir eru stressaðir, með aðskilnaðarkvíða þannig. Akkur, það er einmitt það sem ég ætla að nefna næst. Sko. Já. Líka ef þeir fara að merkja inni. Já. Þannig að... Það er einmitt dæmi aðskilnaðarkvíða, þú þekkir það nú vel. Já. Það er bara mjög algengt að þegar hundar verða stressaðir, eins og maður sjálfur, ef maður verður stressaður, þá þarf maður bara einhvern veginn alltaf að pissa. Já. Og þeir geta bara ekkert haldið í sér. Og spáði maður einhver kæmi og nuttaði síðan bara nefnaður upp úr pissunni. Þannig að, en hvernig eins og með að hvolpa? Þá í staðinn fyrir þetta, sem mýtu, hvað er hvolpaeigendur að gera? Já, fyrir það fyrsta, þegar við erum að gera hunda eða hvolpahúsina, þá þurfum við að hafa það í huga að þeir þurfa að pissa eða gera þarfir sínar, þeir eru nývaknaðir eða nýbúnir að borða og að drekka. Það var mjög stutt í það að þeir þurfa að losa. Og ef við erum vakandi fyrir því að þegar það er alveg að bresta og fara bara alltaf með út. Já. Og þá venjum við á að gera þarfirnar sínir úti og þeir eru mjög vanafastir. Já. Þannig að fljótlega verða það húsreinir ef við gerum þetta svona. Minn besti vinur er rútínan í þessu. Rútína, vera með rútínu á mataræði og hvenær þeir fara út. Og hérna, þetta er svo fljótt inn í rútínuna. Já. Og ef það kemur slys og ef að maður tekur ekki eftir því og þá þýðir nú ekkert að vera að fussa eitthvað í því, bara vanda sér betur að fylgjast með. Svo finnst mér gott að hvolpur, hann sé ekki út um allt heiðan einn. Nei. Og hérna að maður komi því fyrir að hann hafi sitt bara svona frekar lítið svæði og hérna, eða búr. Þannig að margt þetta gera til þess að maður þurfi aldrei að skamma hundi að refsa hundi fyrir að gera þarfir sína inni. Bara, reyna að gera þetta þannig að það takist alltaf vel og auðvitað koma slys með hvolpana. Auðvitað koma fyrir slys. Já. Þannig að, þetta er þolinmæði og svo er þetta bara búið, þetta er bara tímabil. Þetta er tímabil, já. Þetta er eins og með krakkana bleiurnar eða þetta er bara tímabil, svo er þetta bara búið. En eins og ég segi, ef þeir fara að gera þetta allt í einu á fullorðinsaldri, þá myndi ég byrja að fara til dýralæknis. Nú erum við komin með Nóa hérna til Elfu dýralæknis, Nóa sem við fengum áðan og hérna það sem við ætlum að gera núna er að fá að vita hvað er mikilvægt þegar maður er með hvolp að í rauninni að gera fyrir hvolpinn og í rauninni hvað dýralæknir mælir með þegar maður er komið hvolp.
Hvað segirðu Elva? Hvað svona mikilvægt fyrir þessi krút? Það náttúrulega mikilvægt fyrir þá sem rækta þá að vera búin að gefa þeim ormalyf áður en að eigandinn tekur við þeim, kannski við 4 og 6 vikna aldur. Og svo cirka 7 vikna þá best að fara með þá til dýralæknis og láta bólusetja þá og heilsufarsskoða þá og ormahreinsa þá aftur. Og örmerkja, mjög mikilvægt. En stundum það náttúrulega þannig að nýr eigandi bara tekur við hvolpinum og það kannski bara búið á ormahreinsan. Að þá náttúrulega við fyrsta tækifæri, þá farið með hann til dýralæknis og við skoðum hvolpinn og tökum svona út hvernig hann staddur og bólusetjum hann, fyrstu bólusetningu þá og gefum honum ormalyf. Ormalyf þarf alltaf að vera að gefa aftur og aftur hvolpum. Allt fínt að ormarhreinsa hvolp svona kannski upp til 4-5 sinnum. Þeir geta verið með býsna mikið af spóluormum og spóluormar eru þannig að þeir eru með svona svefndaga. Þannig að þú gefur kannski ormalyf einn daginn og lifa alltaf einhver ormar af, þannig að endurtekningin gildir. Og svo mjög mikilvægt að örmerkja dýr í dag. Það allir farnir að örmerkja hvolpana sína og kettlingana. Það mjög gott að gera það. Já. Ekki einhver svona einkenni sem koma fram þegar hvolpar að skipta heimili? Jú, auðvitað það mikið álag og stress fyrir hvolpinn að flytja inn á nýtt heimili og líka varast snögg fóðurskipti. Reyna að hafa hann áfram á því fóðri sem hann var vanur að vera á. En ef það ekki hægt að fara þá allavega rólega í fóðurskiptin og við dýralæknar mælum mjög mikið með svona AB-gerlagjöf handa hvolpum. Eru einhver svona einkenni sem maður þarf að láta skoða strax ef maður er með hvolp? Sérstaklega ef hann fær niðurgang eða byrjar að gubba greið. Og líka bara ef hann vill ekki matinn sem honum boðinn og ef honum klæjar og ef það eitthvað ógeðslegt í eyrunum á honum eða augunum. Svona bara láta að skoða það því stundum kemur einmitt fólk með hvolpar sem eru með eyrnabólgur og hann hefur bara alltaf verið svona. Þá hugsa fólk ekkert að það sé eitthvað að. Sko. En það komin tími á að gera fyrir þennan, það þarf að bólusetja hann og gefa ormalyf, þannig að skella okkur í það. Hann bara sofnaður hérna hjá okkur. Þessi bólusetning mjög einföld, þetta bara efni sem sprautað undir húð og það sem sagt gert oft kannski á svona 2 til 3 vikna fresti í að 3 skipti. Já. Oft svona 7-8 vikna, 10-12 vikna og 14 vikna. Svona 3 bólusetningar eru öruggastar en hér eins og Norður Akureyri þá látum við nú oftast 2 nægja. En maður þarf að passa sig á því hafi hvolpurinn verið bólusettur mjög ungur og ennþá hjá mömmu sinni að þá þarf hann 3. Af því þeir mynda ofta ekkert mikil mótefni ef þeir eru ennþá að spena. Af því þá mamman með mótefni og þeir fá mótefni svona á silfurfati. Þannig að það ofta ekki árangur af fyrstu ef þeir eru bara 6 vikna eða eitthvað. En geta þær orðið eitthvað slappir af bólusetningum? Já, þeir geta orðið svona lumbra í þeim. Þannig að það þarf að bara láta þá taka þeim með ró og líka bara brýna fyrir fólki sem að fá sér, þetta ormatabla, þannig að setja bara í smjör. Hæ. Vakna og borða. Já, má sé, það sko. Ég vildi alltaf mjög gott að gefa hundum bæði ormalyf og bara ef þeir þurfa önnur lyf að gefa það í smjöri. Já. En hvað gefur svo, þetta er búið að bólusetja þessi 3 skipti, en svo eftir það? Einu svona ári. Alltaf einu svona ári. Þá hann alveg góður í mótefnum. Og þetta er bólusetning við parvo? Já, og lifrarbólgu. Já. Og þetta er orðið varanlega eða viðvarandi smitt á Íslandi. Og það þarf að passa með hvolpar sem eru óbólusettir eða kannski bara búið að bólusetja einu sinni að þeir helst ekki að vera mikið innan aðra hunda. Og allavega ekki skít úr öðrum hundum af því þetta smitast með skít. Já. Allt smitast með skít. Þannig að passa það vel að þessi ekki að snuðra í skít úr öðrum hundum. Því maður veit aldrei með bólusetningar ástand á dýrum. En ormalyfin, þau oftar eða þau einu svona ári? Það oftar. Ég vil helst gefa hundum sem eru úti snuðrandi og grafandi í jörðinni, þeir geta endursmitast nokkuð þétt af spóluormum, að gefa þeim það bara ormatöflur á 3-4 mánaða fresti. Og það getur bara eigandinn komið og keypt töflur og gefið hundinu sínu hverjan sem hann vill. Það má gefa ormalyf alla daga ársins sem hann vill, það aldrei hættulegt. Já, einmitt. Betra að gefa aðeins svo oftar og sjaldan. Mjög, af því að þetta eru bara egg í umhverfinu
og hundurinn étur þau eða andar þeim ofan í sig og þau klekjast út og það tekur 3 vikur frá því þau fá egg ofan í sig þá þau geta verið komnir með kynþroska orm í gatnirnar. Þannig að hundur sem að ælir eða skýtur ormum, hann orðinn sko verulega fullur og þá þarf að taka hann í gott ormahreinsunarprógram. Og fólk lendir oft í því með hvolpana, þá eru mömmurnar kannski verið með orma og eru búin að senda ormaegg út í júrin. Þannig að hvolparnir eru að spena og fá ormaegg þaðan. Hvað getur þú sagt okkur eins og neglurnar? Hvað þarf maður að hafa í huga með þær? Það bara að skoða það, maður ítir svona ofan á, þessi er bara stórfín. Það er líka oft á þessum ástíma þá eru þeir búin að vera aðeins úti og grafa og leika sér og þá brýna þeir klærnar. En ef það er langur hvítur biti fremst þá þarf að klippa hann. Svo bara líka skoða aðeins upp í það. Stundum vill ekki hvolpur borða og er eitthvað skrítinn, þá er það bara því að hann er með laflausar barnatennur sem þarf að kippa úr. Þess vegna þarf að passa svolítið vel, það sem ég nota mikið, það er að vera duglegur að láta á naga. Já, það flýtir fyrir tann. Já, og bara þeim klæjar eðlilega og verða að fá að naga. Þú sér sko, hún finnst það eiginlega gott. Og og það er bara algjörlega nauðsynlegt, það er líka svo mikið eðli hunda að naga. Þetta eru veiðidýr og þeim finnst í eðlinu veiða þeir og naga bráðina. Þangtu hún uppurinn. Þannig að það er mjög gott að kaupa góð nagbein og sérstaklega eins og þetta er nautahalar, það er svona pínu kjöt og bein á þessu. Svo erum við mikið líka með svona nautatippi eða nautastangir og svínsfætur og svona ýmislegt sem er gott og ekki svona tilbúið dót með fullt af litarefnum og bragðefnum. En þegar þú ert með hvolp í svona bara almenni hvolpaskoðun, hvaða skoðar eftir? Er einhverju svona... Já, þá fer maður yfir hvolpinn, skoðar, þú veist, hvort hann sé kviðslitinn, hvort hann sé allt í lagi með augun og eyrun, hvort að liðirnir séu eðlilegir og hlusta hjartað og lungun og hvort holdafar sé gott og tekur svona almenna skoðun bara. Man líst þér ekki vel á hann nóg? Jú, mér líst mjög vel á hann. Hann er náttúrulega sko, hann er í örum vexti, það þarf að passa að fóðra svona hvolp vel og vera með gott fóður, ekki drasl og Hversu oft á dag? Helst svona 3 upp í 4 sinnum á dag, svona litla hvolpa. Þeir fóðrast miklu betur þannig, plús það að fá AB-gerla. Af því það er mjög slæmt ef þeir eru að belgja sig út, þá fara þeir bara frekar að æla og fá hiksta og... Hvað með örmerkingu? Af hverju er hún svona nauðsynleg? Hún er bara nauðsynleg í dag bara til að merkja dýrin, ef þau tínast eða annað. Þá er alltaf hægt að hafa upp á eigandanum bara. Það er komið svona gagnagrunnur fyrir örmerki. Þannig að það er lesið af örmerki með svona litlu tæki. Og þá byrjar maður alltaf á því þegar dýr kemur að maður skoðar, reynir að finna og athuga hvort það er örmerkt til að örmerkja ekki tvisvar. En það er ekki búið örmerki þennan. Þannig ég myndi nú mæla með því að það er gert. Og þetta er lítið merki sem er svona svipað á stærð og hrísgrjón og því ég stungi bara undir húðina. Svona. Það tók fljótt af? Já, þeir finna eiginlega ekkert fyrir þessu. Nei. Og kemur merkið. Þannig að nú verður hann skráður með þetta merki inn í þennan gagnagrunn. Og svo fær hann svona heilsufarsbók þar sem við skráum inn hans þyngd og fyrstu bólusetningu, ormalífsgjöf og eru líka svona smá leiðbeiningar það sem þarf að gera. Og svo ætti fólk að hafa í huga sem er að fá sér sérstaklega þá rakka og jafnvel tíku líka, það er geldingar. Að láta alla þessar litlu hvolpa sem eru bara gæludýr, sem á ekkert að nota í ræktun, að láta gelda á bara svona 5-6 mánaða gamla. Það skiptir alveg stórmáli, þetta er algjört tilgangsleysi að hafa þessa hunda graða og þvæla út allt og mígandi og merkjandi. Það skilar engu og hundurinn breytist ekki neitt, það er bara gömul hjátrú að þeir verði ómögulegir þó þessi geldir sko. Það spilar ekkert inn í hæfileikana hvort þið séu með kallhormóna. Nei. Þetta bara holdafar og þjálfunarstig og hlýðnistig hundsins, það náttúrulega byggist alltaf á eigandann, eins og þið viti betur en ég. Já, takk kærlega fyrir þetta Elva. Já, þetta er mikil fróðleikur í þessu og við komum örugglega aftur í heimsókn. Það er að gera og allir sem eiga hvolp eiga að byrja að fara til dýralæknis og fá upplýsingar og hafa þetta í góðu lagi.